Góða kvöldið og velkomin öll sömul. Og ég ætla nú ekki að hafa þetta innganginn langan en við skulum bara bjóða Björgvin velkomin upp. Ég svo vel. Komið öll blessuð og sæl og verið hjartanlega velkomin og gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar. Þegar við vorum nú að velta tímanum fyrir okkur með þessa fyrirlestra, að þá mundi enginn eftir því að það eitthvað sem heitir sumardagurinn 1. En auglýsingin fór í blöðin og við verðum að reyna að standa við þetta og takk fyrir að koma og eiga með okkur stund. Ég vona að flest ykkar hafi fengið þessa ágætu bók hérna. Hún ber svolítið einkennilegan titil, Deilan mikla, milli góðs og ills, í raun og veru titillinn allur eins og hann var í upphafi. En þetta í raun og veru kirkjusaga sem byrjar með falli Jerúsalem árið 70 og heldur áfram alveg inn í okkar eigin tíma. Og af því að blaðsíðurnar eru margar og þú kannski hefur takmarkaðan áhuga fyrir kirkjusögu, þá flettu allavega upp á köflunum 3 Martin Luther. Þú munt hafa mjög mikla ánægju að lesa þá kafla. Og reyndar finnst mér kaflarnir aðra siðbótamenn ekki síður áhugaverðir og skemmtilegir. En Luther, hann var bara svo mikill hluti af mínu námi og ég þori nú alla að nefna það en þegar ég var kennari fyrir bandarískan háskóla hingað og þangað heiminn nokkur sumur, að þá var annað fagið sem ég kenndi, það var Luther, guðfræði Luthers og siðbótin í Þýskalandi. Þannig að hann hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá mér og gefið mér gríðarlega mikið. Mér langaði líka til þess að nefna við ykkur hérna aðra bók. Þessi bók kom út fyrir jólin og heitir Til hins kristna aðals og eftir Martin Luther. Og það Vilborg Ísleifsdóttir sem þýðir og þetta alveg ofboðslega vel þýtt. Íslenskan svo falleg hjá henni að það alveg unun að lesa þetta. En þá opnast líka augun á þér fyrir þeim geysilegu átökum sem voru í gangi þegar siðbótin fór af stað í Þýskalandi. Hún hefur sjálf skrifað doktorsritgerð siðbreytinguna hérna heima. Og ritgerð hennar hefur verið gefin út í bók. En hún svolítið kannski þunglesnari heldur en þessi eftir Martin Luther. Ég vildi bara nefna þetta við ykkur örstutt í upphafi. En við ætlum að fletta upp á 11. kafla Daníelsbókar og fyrri hluti kaflans mjög einfaldur. Og Daníelsbókin, hún byggð þannig upp að, skulum sjá, að hérna annar kaflinn, hann gefur okkur þessa einföldu mynd af sögu þessa heims. Það að segja eins og hún snýr við fólki Guðs og þeim stórveldum sem eru stöðugt að reyna að knésetja erindreka Guðs hér á þessari jörðu. Þannig að hún fjallar ekki til dæmis Mongólana eða Kínverjana eða Indverjana og Egyptana
en þau stórveldi sem þar sem átök verða milli Guðs barna annars vegar og svo þessara stórvelda. Og þessi einfalda mynd hérna af þessari styttu greinir eins og við höfum farið yfir frá sögunni frá svona cirka 605 fyrir Krist þegar að Nebúkadnesar sest í hásætið í Babylon og alveg þangað til að Jesús kemur aftur. Svo kemur 7. kaflinn í Daniels bók og hann fer yfir sömu atriði en bætir alltaf fleiri smáatriðum við. Svo kemur 8. kaflinn og hann lag ofan á 7. og 2. kaflann og við fáum enn fleiri smáatriði sem skipta miklu máli. 9. kaflinn útskýrir svo hluta af 8. kaflanum og svo kemur 11. kaflinn og kemur með enn fleiri smáatriði varðandi 8., 7. og 2. kaflann. Þannig að smá saman þá byggir Daniels bókin upp mjög nákvæma mynd af átökum góðs og ills, ef við getum notað orð, frá því að Nebúkadnesar stígur í hásæti sitt og þangað til að Jesús kemur aftur. Og þið sem hafið tækifæri til þess eru velkomin að koma hérna eftir næsta fyrirlestur. Þá ætlum við að hitta þá sem hafa tíma og áhuga einu sinni í viku. Það verða ekki fyrirlestrar, það verður nokkuð svona kennslustofa hérna og hægt að spyrja spurninga og við munum þá fara yfir áhugaverð efni ef áhugi fyrir því. En það bara bíður síns tíma. En við ætlum þá að hefja söguna og mesta von hins kristna manns auðvitað það að Jesús komi aftur og skapi nýjan himinn og nýja jörð. 11. kaflinn, hann byrjar ekki með Babylon, því að Babylon þá liðin undir lok og þetta 3. ár Kýrusar konungs og þess vegna byrjar 11. kaflinn með því að greina frá Kýrusi. Og ég tók nú með hérna bara til gamans hann Xerxes því að hann fór með sem við segja 300.000 manna her á hendur Grikkjum sem við vilja lækka þá tölu en skipti það öllu máli. Hann hittir þá þennan Leonídas í Laugarskarði og hann þar með 300 spartverja og vegna svika þá tókst Persum að komast aftan að spartverjunum en þeir börðust til síðasta manns. Og þessi sérstaklega getið í Danielsbókinni að þessi Xerxes hafi farið með bókstaflega allan sinn auð og allan sinn styrk til þess að sigra Grikkina, en það tókst ekki. Og hér listaverk, grískt, dæmigert grískt listaverk og greinir frá, sem sagt, sigri Grikkjans yfir hérna Persum. Sér hérna Persan með þessa sérstöku húfu sem var notuð líka á meðan að franska stjórnarbyltingin geisti frá 1789 og hér hefur þá Grikkjan sem fer með sigur á hólmi. Og þetta auðvitað fræg mósaíkmynd sigur Alexanders mikla yfir Daríusi III Persakonungi sem leggur hér á flótta undan stráknum, hann svo ungur þegar þetta gerist en hann snjall og hann hugrakkur og
á meðan að hann í bardaganum hann búinn að hugsa leiðir og andstæðingurinn lætur sér ekki detta í hug og vinnur þannig hvern sigurinn að fætur öðrum. Ótrúlegur hershöfðingi. En ríki hans það klofnar í 4 ríki og þeir sem að skipta því aðalega á milli sín eru Ptólemaíos og Lysimakos, Kassandros og Seflukos. Og við ætlum að staldra aðeins við þessa 2 hérna vegna þess að eftirkomendur þessara hans Seflukosar og Ptólemaíosar þeir eiginlega skipta ríkinu í 2 á milli sín, það að segja ríki Alexanders mikla. Og þeir eru kallaðir til skiptis annaðhvort konungur norðursins eða konungur suðursins. Vegna þess að Seflukos hann ríkti hérna yfir núverandi Tyrklandi og Miðausturlöndum og svo gömlu Babylon. En Ptólemaíosarnir þeir ríktu aftur á móti yfir Egyptalandi. Og síðasti höfðingi Ptólemaíosar ættarinnar það var Kleópatra. En við munum koma að þessum hugtökum hérna síðar í spádómnum og þau verða einfallega til vegna þess að Seflukos hann býr fyrir norðan hérna Ptólemaíos sem þá konungurinn suður frá. Og þá það Rómverjinn sem að stígur á stokk og það eru nú til margar útgáfur af þessu kvikindi. Þetta nú svona með skárri útgáfum þó hún sé hrikaleg. En þetta dýr sem að enginn veit hvernig lítur út í raun og veru. Það bara því lýst sem ógurlegu dýri sem með járntönnum og koparklóm og sem að leggur undir sig allan heiminn með gríðarlegri hörku. Og hér sérstakur spádómur það að þessir Rómverjar þeir munu sundurmola þjóð Guðs sem og þeir gerðu frá árinu 70 til ársins 135. En þá dreifðust gyðingar til allra átta. Og þeir sem að lesa 11. kaflann telja að Júlíus Sesar sé sérstaklega nefndur þarna í þessum kafla og jafnvel nefnt að hann sé tekinn af lífi af sínum eigin og hvernig hann líka þá gerir sáttmála við Egyptan, það að segja Kleópötru, eignast með henni dreng og en hún sem sagt sennilega tekur sitt eigið líf eftir að Sesar dáinn og hún þá gift Antoníusi og þegar að Octavianus vinnur sigur við Aktífum að þá það að bæði Antoníus og Kleópatra skilja það að dagar þeirra séu taldir og sennilega taka þau sitt eigið líf. En svo líka skattheimtumaðurinn nefndur til sögunar og það hann sem að orsakar það að Jesú fæðist í Betlehem. Því að þangað fóru þau Jósef og María til þess að láta skrásetja sig. En afsakið geti minn af því að það aldrei neitt manni sjálfum að kenna að þá gleymdur að taka það fram að við ættum að slökkva á símanum. Og þú manst eftir Adam og Evu. Það var aldrei neitt þeim að kenna, frekar en bankagreifunum. Það allir saklausir þegar þeir standa fyrir framan dómara. En ég veit ekki hvort ég var að skjóta þig hérna inn, en þetta hefur komið fyrir mig 2 sinnum
Annars skipti var það kistulagning og hitt var jarðarför. Og ég get sagt okkur það að ég man enn þann dag í dag hvernig ég roðnaði og svitnaði og skammaðist mín og hamaðist við að finna símann til þess að slökkva á honum. Þannig að þegar ég er með kistulagningu eða jarðarför, þá liggur síminn í bílnum. Hann fer ekki inn í kirkju eða kapelluna. Það er ekki inn í myndinni. Ég er búinn að læra mína leksju. Það er þetta svona aukaspor. En nú mætum við í 21. versi 11. kaflans einstaklingi sem alltaf er kallað bara hann. Hann er aldrei nefndur neinu öðru orði en hann. En okkur er gefin upp einkenni á þessum honum. Og eru þessi einkenni. Þau eru dálítið mörg. Hann er valdaræningi og hann ræðst gegn fursta hins nýja sáttmála, það er að segja Kristi. Hann beitir vélráðum gegn hinum heilaga sáttmála, nýja sáttmálanum. Hann vanhelgar helgidóm Guðs á himnum. Hann afnemur hina daglegu þjónustu. Hann reisir þess í stað viðurstyggð eyðingarinnar. Hann mælir gífuryrði gegn Guði. Hann mun engan Guð virða en hreykja sér yfir allt. Hann ber enga virðingu fyrir Guði feðranna og orðið sem notaði fyrir Guð þarna er Elohim, sem er notað Guð í sköpunarsögunni. Hann ofsækir fylgjendur Guðs. Hann brýtur á bak aftur og yfirbugar herflokka sem flæða yfir. Hann bindist sáttmála við menn. Hann mun ekki virða þann Guð sem að konum er kær, það er að segja frjósemisgyðjunum. En Guð virkjana mun hann þess í stað heiðra. Guð sem feður hans þekktu ekki mun hann heiðra með gulli, silfri, með dýrum steinum og hvers kyns verðmætum. Með fulltingi framandi Guðs mun hann verja hin rammgerðu vígi sín. Og hér eru krossferðirnar nefndar sem að hann stendur á bakvið og hann fær afmarkaðan tíma, 1290 ár, 1260 ár og 1335 ár. Og við viljum spyrja Biblíuna að því, áður en við höldum lengra, hvort að þessi einstaklingur sé nefndur á nafn annars staðar í Biblíunni. Og það finnum við í Þessalónikubréfi og Páll segir hér, látið ekki hræða ykkur það að endurkoma Jesús sé fyrir dyrum. Því að áður en að endurkoman á sér stað verður fráhvarfið að koma og þrengingartíminn. Og þá mun maður syndarinnar birtast, hann er sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs, gjörir sjálfan sig að Guði, og svo segir Páll hérna að þetta lögleysi sé þegar farið að starfa í leyndum innan kristinnar kirkju á tímum Páls. En lögleysingin hann mun síðar opinberast og lögleysingin hann kemur fyrir tilverknað Satans. Þetta eru Páls eigin orð. Með miklum krafti, lygatáknum og undrum, með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast.
af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu, það er að segja hann ofurselur þá sínum eigin hugsunum, þannig að þeir trúa lyginni. Og hver er þessi lygi? Þú mátt stela, þú mátt ljúga, þú mátt drepa, þú mátt drýja hór og þú mátt hirða það sem náungiðin á. Þetta er lygin. Sannleikurinn er andstæða við þetta. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trú á því að við eigum ekki að stela, við eigum ekki að ljúga og við eigum ekki að drepa, en hafa velþóknun á ranglætinu. Og ranglætið er aftur þetta að stela, ljúga og svo framvegis. Þannig að þetta er eitthvað sem mun koma innan kristinna kirkju. Og það er það sem gerir þetta svolítið alvarlegt. Og í Ópernabókinni er þessu valdi líka lýst. Það talað dýr sem kemur upp úr hafinu. Og dýr er bara myndræn lýsing á valdi sem stígur upp úr mannhafinu, ekki hinu bókstaflega hafi, heldur mannhafinu. Og það talar stóryrði og Guð lastanir. Og það fekk vald í 42 mánuði sem er saman sem 1260 ár, ef þú reiknar þetta út á grundvelli spádóms ársins, þá er þetta 1260 ár. Og það lauk upp munni sínum til að lastmæla gegn Guði, til að lastmæla nafni hans og tjaldbúð hans og þeim sem á himni búa. Og því var leyft að heyja stríð við hina heilugu, það er að segja Guðs börn, og sigra þá. Þannig að hér erum við búin að fá 3 mjög ítarlega lýsingar á þessum sem að kallast hann. Og við ætlum þá að spyrja söguna hvort að við getum fundið hann einhvers staðar í sögunni. Og þetta er sem sagt vald sem verður til innan kristinna kirkju. Og það segir að þetta vald muni bindast sáttmála við menn. Og við vitum það, samkvæmt bæði sögunni og kirkjusögunni, að samband myndaðist milli ríkisvalds og kirkju árið 313 þegar að Konstantín ásamt Licinius gaf út umburðar tilskipunina það að það ætti að umbera kristna trú og hún væri jafn rétthá sem sagt heiðninni. Og svo kom Theodosius og gerði kristna trú að opinberri stofnun innan ríkisins árið 392. Og svo er það að Hlöðvík gerist kristinn. Hann á í orustu við Alemannia og er að því kominn að tapa orustunni, að því að sagan segir. Og þá er það að hann gerir það sem Konstantín á að hafa gert, en það eru auðvitað kirkjunamenn sem að segja frá þessu varðandi Konstantín, og þeir gera það reyndar varðandi Hlöðvík líka, en Hlöðvík á þá að hafa sem sagt hrópað á hjálp hins kristna Guðs sem að gaf honum sigur, alveg eins og hann gaf Konstantínu sigur á sínum tíma, og hann tók þess vegna kristna skírn. En kona hans sem var búrgundari, hún var kristinn á kaþólska vísu og Hlöðvík gerist þá kristinn, en leið
leggur hann hornstein að komandi ríkisvaldi sem að fær heitið hið heilaga rómverska keisaradæmi. Og þannig verður þetta ríkisvald hægri hönd kristinnar kirkju, það er að segja kaþólsku kirkjunnar, frá 508. En þá er það að Klodvig er gerður að konsúl eða í raun og veru nokkurs konar keisara hins fallna vestur rómverska ríkis. Og þegar hann kemur ríðandi inn í borgina, þá er hann í purpuraskikkju til þess að gefa til kynna að hér kemur hinn nýskipaði keisari hins fallna rómverska heimsveldis, það er að segja vestur-rómverska, og þar með leggur hann hornstein að því sem verður hið heilaga rómverska keisaradæmi, sem er þá hægri hönd kirkjunnar og hennar veraldlega vald og hernaðarlega vald upp í gegnum allar miðaldir. Hornin 10 sem að spretta þarna upp úr höfði rómverska dýrsins eru hinni germönsku ættbálkar sem flæða yfir Rómaveldi, og það var sagt þarna í textanum áðan að hann myndi brjóta á bak aftur vald þessara ættkvísla, þar að segja þessi hann. Og hornin 10, þau eru þessir ættbálkar. Það voru auðvitað fleiri ættbálkar að berjast völdin í Evrópu á þessum tíma, en þetta eru svona aðal ættbálkarnir, og þessir ættbálkar nema 3, þeir verða það sem við köllum Evrópa í dag. Og spádómurinn segir okkur hérna að þessi hann muni brjóta á bak aftur og yfirbuga herflokka sem flæða yfir. Og það eru 3 herflokkar sem að hann brýtur á bak aftur. Það eru herúlarnir, vandalarnir og austgotarnir. Síðan er það að vestgotar sigra Svaba sem er Portugal, en svo er það frankarnir sem að vinna sigur yfir hinum ættbálkunum, og þannig verða frankarnir hornsteinn hins verðandi heilaga rómverska keisaradæmis sem verður pólitískur armur kirkjunnar upp í gegnum allar miðaldir. Og hér er þjóðrekur, en austgotar, það má segja að þeir hafi liðið undir lok árið 538, en þá byrjaði blóðugasta styrjöld fornaldar. Og hún stóð yfir í 20 ár. Austgotar reyndu að semja frið við Belisarius sem var á vegum Justinianusar keisara, en keisarinn vildi ekki semja frið. Og svo hrikaleg var þessi styrjöld sem stóð yfir í 20 ár að byggðir frá Rómaborg og bara norður í Alpafjöll, þær lágu í auðn í langan tíma á eftir, þannig að það skapaði hungursneyð. En við ætlum ekki að rekja þetta neitt mikið nánar. Vandalirnir eru líka rifnir upp með rótum og sömuleiðis herúlarnir. Þetta eru þessi 3 ríki sem að bara hverfa bókstaflega frá yfirborði jarðar, en hinir 7 sem eftir verða, þeir eru sem sagt undir yfirstjórn frankana og eru þá þetta verðandi heilaga rómverska keisaradæmi. Og við þurfum ekkert að fara aftur yfir þetta, en hér sérðu hversu djarfir þeir líti út, þessi náungar.
og ef það er einhver ungur maður hérna inni sem veit ekki hvernig hann á að klippa sig næst þegar hann fyrir til hárskera, það var hérna tillaga. Og Frankarnir, þeir sigruðu líka Langbarða. Það var reyndar Karl Mikli sem gerði það. Hann sigraði líka Engilsaxa og í raun og veru hinn fyrsti keisari hins heilaga rómverska keisaradæmis, en hornsteinninn er þegar lagður af Klóðvík árið 508, en hann er krýndur til keisara á jóladag árið 800. Og það er sagt þennan hann að hann fari með gífuryrði. Hér er kóróna þessa hans að mínu mati og þetta er það sem stendur á kórónunni. Það var lest hérna neðst. Til hins óskeikula staðgengils Jesú Krists. Til hæst ráðandi stjórnanda heimsríkja jarðarinnar. Til föður þjóða og konunga. Og þessi páfakóróna var gefin Píusi IX af belgísku þjóðinni. Árið 1871, þegar að páfinn var lýstur, þegar því var lýst yfir að páfinn væri óskeikull með atkvæðum jesúíta. Og það segir að hann setjist í musteri Guðs, að hann gjörir sjálfan sig að Guði og hann sé þess vegna hásætis og valdaræningi. Þessi mynd segir geysilega mikið og ég ætla ekkert að hafa neitt fleiri orð hana. En í dag er málum þannig háttað að við megum helst ekki nefna þessa þætti kirkjusögunar sem við höfum nefnt með þessari mynd og myndinni á undan. En þessi hann fer í krossferðir og hann mun beita styrk sínum og hugur ekki gegn konunginum suður frá með miklum her. Og hér erum við aftur með konung norðursins. Það er ekki lengur Sewlikos, heldur páfinn í raun og veru og krossfarar hans. Og konungurinn suður frá er þá múslimarnir og hér er einn af þessum konungum suðursins, Saladín. En kristni menn dáðu hann mjög fyrir drengskap og umburðarlyndi. Hann vann Jerúsalem af kristnum mönnum árið 1187 og sagt er að Saladín og Ríkharður Ljónshjarta hafi borið mjög mikla virðingu hver fyrir öðrum því að báðir voru þeir frábærir hermenn og frábærir hersöðingjar, óhræddir en samt göfulyndir. Og við þurfum að geyma þetta hugtak í huga okkar með konung suðursins og norðursins. Hér höfum við þá málverk af Ríkharði, ekki frá hans tíma þetta, en hann er nokkurs konar konungur norðursins eða páfinn eða kristnin, á meðan að Saladín er þá konungur suðursins. Einfaldlega vegna þess að landafræðin bindur þá á sitthvorn staðnum á þennan hátt. En svo er sagt að hann breyti helgidómsþjónustunni. En helgidómsþjónustan
eins og hún kynnt í Gamla testamentinu, þjónusta sem Guð innir af hendi til þess að frelsa manninn. Þetta ekki þjónusta sem við veitum Guði, heldur sem að hann veitir okkur. Og þetta þrenns konar þjónusta. Það þjónustan við altarið, sem þjónusta fyrirgefningarinnar. Það þjónustan við þvottakerið, sem þjónusta heilags anda við það að gera okkur að betri mönnum og konum. Og svo það þjónustan hérna inn í fremri hluta tjaldbúðarinnar, sem fyrirbæna þjónusta Jesú Krists. Og Páll segir í 8. kafla Rómarbréfs, hvað eigum við að segja við þessa, eða hvað eigum við að segja þessa þjónustu? Ef Guð þannig með okkur, hver í ósköpunum getur þá verið á móti okkur? Ef að Guð sá sem að sýknar, fyrirgefur, sakfellir ekki, hvað höfum við þá að óttast? Ekki neitt. Kærleikurinn hjá Guði búinn að henda óttanum út. Og í stað óttans kominn friður, þakklæti, lotning og við gefum Guði dýrðina. Og svo segir hann, þegar hann búinn að telja þetta upp, þá segir Páll, en meira en þetta, Kristur hann bíður fyrir okkur. Það að segja, hann flytur okkar málstað gegn ákærum hins illa. Og þetta þjónusta Jesú Krists við okkur mennina. Eins og Jesús sagði, ég kom ekki til þess að láta þjóna mér. Ég kom til þess að þjóna. Og ég vil mjög gjarnan fá að þjóna þér, en ég þvinga þig ekki til þess að taka við þjónustunni. Það bara þitt mál. Nú í staðinn fyrir fyrirgefningar þjónustu Jesú Krists, þá býður fráhvarfið upp á fyrirgefninga þjónustu prests, sem telur sig geta breytt altarisbrauðinu í líkama Jesú og víninu í blóð Jesú Krists, þannig að, eins og Lígóri segir, þannig hefur presturinn skapað skapara sinn á altarinu og útdeilir honum síðan til fyrirgefningar syndana. Aftur og aftur, þó svo að það standi í Hebreabréfi að Kristur dó í eitt skipti fyrir öll. Það þarf ekki að endurtaka fórnina á nokkurn hátt. En þetta gefur líka prestinum hrikalegt vald, því að hann getur ákveðið hvort að sóknarbarnið fái þessa þjónustu eða ekki. Og ég hefði getað tekið með mér tilvitnanir í Lúther þegar að hann lýsir hrylling sínum á þessari valdatöku prestsins sem að í raun og veru bara tilheyrir Kristi einum. Því að hann sem einn sem getur fyrirgefið syndirnar. Kristur sá sem að biður fyrir okkur, segir Páll. En fráhvarfskirkjan segir nei. Það dýrlingarnir sem gera það. Og fyrst og fremst María. Svo sagt þennan hann að hann ofsæki Guðs börn. Hér verið að taka Tyndale, sem þýddi Biblíuna á ensku, af lífi.
Og það eru til mörg önnur, hvað ég var að kalla það, margir aðrir píslavættir sem að voru teknir af lífi fyrir það eitt að lesa Guðs orð, flytja Guðs orð og trúa því að fyrirgefning Jesú Krists væri ókeypis. En það segir líka hérna í þessum spádómi í 11. kaflanum að Guðs börn, þau munu fá hjálp. Og ég tók bara þessa menn sem dæmi þá hjálp sem að Guð sendi. Við höfum hérna lengst til vinstri fyrir þig morgunstjörnu siðbótarinnar eins og hann hefur verið kallaður, Wycliffe. Og svo höfum við Hus og vin hans Hieronymus og þá höfum við hér Zwingli og Luther og Calvin. Luther og Calvin, Luther og Zwingli, þeir voru ekki alltaf sammála allt. Og ég hef svolítið gaman að því að svona leyfa ímyndunaraflinu að fá örlítið lausan taum, því að þegar að Zwingli var dó í bardaga, að þá eiginlega hálfþakkaði Luther Guði fyrir það hann skyldi vera horfinn. En ég er nú þeirrar skoðunar að báðir verði á himni og mér langar svolítið til að standa við hliðina á Luther, ég vona að ég fá að koma þangað líka og sjá Luther þegar hann segir við Zwingli, er þú hérna? Já, það er nú einu sinni þannig með okkur mennin að við eigum svolítið erfitt með að vera sammála allt. En það sem við þó getum verið sammála er að reyna að vera góðu hvert annað, er það ekki? Og þá er það tímasetningin. Ég ætla nú ekki að fara í alla þessa texta, en bara að sýna hversu oft tímasetningin er nefnd í bæði Daníelsbók og Ópennurbókina þessi 1260, 90 og 1335 ár. Og við vitum það að þessi tímabil, það er 1260 og 1290, þau renna út í lok 18. aldar. 1335 árin fara inn á miðja 19. öld, en hin tímabilin renna út við lok 18. aldar. Og þá erum við komin í textan sem að mér finnst alveg ótrúlega athyglisverður og tíminn er svona það bil 1798. Þá fer þessi heimur inn í tíma endalokana. Og þá er það að tveir konungar, það er að segja konungur suðursins og konungur norðursins, ráðast á hann. Þennan hann sem við erum búin að tala núna, alveg frá 21. versi. Og spurningin er, hverjir eru þessir konungar? Og konungurinn, þeir ráðast báðir á sem sagt páfadóm. Það er það sem þeir gera, því þeir ráðast á þennan hann. Ég held að við séum búin að segja nót til þess að það sé alveg öruggt að þessi hann er páfadómur. Og þá spyr maður sig að því, er einhver konungur hérna fyrir sunnan sem að ræðst á páfan í lok 18. aldar? Og svarið við því er nei. Það er engin landfræðilega séð konungur sem ræðst á páfadóm á þessum tíma. En það sem við gerum er það að við höldum áfram að spyrja Biblíuna og konungurinn suður frá,
hann átti alltaf aðsetu sitt í Egyptalandi, hvort sem það voru Ptólemaíasarnir eða múslímarnir og Saladín og aðrir sem komu á eftir honum. Þeir voru alltaf kallaðir konungar suðursins. En það er enginn hér sunnanfrá sem ræðst á páfadóm á þessum tíma í kringum 1798. En þá spyrjum við Biblíuna. Það gerir stundum að textinn breytist þegar hann fer frá tölvunni í kubbinn. Og þetta ætti að vera hvítt hérna. Jæja, en hvað það? Það sem stendur í þessum texta er það að þegar við komum að árinu 1798 þá mun verða til vald sem heitir andlega Sódóma og Egyptaland. Þannig að við eigum ekki að túlka konunginn að sunnan sem konung sem kemur landfræðilega að sunnan. Heldur er þetta vald sem líkist andlega Sódómu og Egyptalandi. Og þetta er svolítið svekkjandi, ég veist við getum lagað þetta. En það sem áherslan er sú að þetta vald sem verður til, það er andlegt vald og tengist ekki þanniglega séð landfræðilega Egyptalandi. Og þetta dýr sem er andlega eins og Sódóma og Egyptaland, það ræðst á þennan hann. Og við vitum nákvæmlega hvenær þessi 1260 ár byrja og tími endalokana kemur vegna þess að það á að reikna það út frá hruni Austgota. Og þessi blóðugasta orusta fornaldar, hún byrjaði 538 og ef við reiknum 1260 árin þaðan og til 1798 þá erum við búin að fá þetta tímabil sem segir okkur hvenær þessi andlega Sódóma og þetta andlega Egyptaland kemur og sem sagt ræðst gegn páfadómi. Og það sem einkennir Sódómu andlega er ofbeldi og siðleysi. Og til þess að gera langa sögu stutta að þá erum við núna að tala frönsku byltinguna sem skellur á 1789. Og þið sjáið óréttlætið. Hérna er ég, almenningur, og ég held uppi yfirstétt kirkjunnar, aðlinum og konginum. Og ég geri þetta af því að mér er pískaður áfram og þó ég eigi ekkert handa mínum börnum þá skiptir það engu máli meðan þessi geta kýlt út vömbina. Og hér sjáum við konurnar sem að mótmæla þessu ástandi í þjóðfélaginu. Og hver er hin stóra synd Sódómu? Hún er ekki fyrst og fremst kynlíf, eins og oft sagt. Sjá synd Sódómu systur þinnar er ofdramb, og takið eftir því sem kemur eftir. Hún og dætur hennar höfðu gnótt matar, lifðu góðu lífi í makindum, en réttu þó ekki hinum voluðu og fátækum hjálparhönd. Þær urðu dramsfullar, frömdu svívirðingar og frömdu svívirðingar fyrir augum mér. Hérna sérðu endurtekningu á þessari mynd sem við sáum áðan. Hérna er ég, alþýðu maðurinn, og er að reyna að eiga ofan í mig og ásamt konu og börnum. En það eru þessi sem að hirða allan arðinn. Og það er ekkert vald
sem verður til á þessum tíma sem að hægt að bera saman við Sódómu nema þessa frönsku stjórnarbyltingu. Og ég verð að fá að segja það að ég skil vel fólki sem gerði uppreisn. Ég alveg viss að ég hefði verið meðal þeirra ef ég hefði haft kjarkinn. Því að óréttlætið var orðið svo hrikalegt í þjóðfélaginu að fólki sagði bara hingað og ekki lengra. Þetta gengur ekki svona áfram. Á meðan að sumir verða bara ríkari og ríkari, og við þorum ekki að nota orðið feitari og feitari, ekki horfa á mig, að þá eiga aðrir ekki neitt. Og þetta var synd Frakklands. Og franska byltingin henni er líka borin saman við hið andlega Egyptaland sem að einkenndist af guðleysi. Guðleysi, eins og ég hef sagt oft áður, er ekki það að trúa ekki á neitt guð, heldur það að trúa ekki á Guð Biblíunnar. Það er það sem Biblían kallar guðleysi. Egyptarnir trúðu á marga guði. En þegar að Móse kemur til Faraós, að þá segir Faraó við hann, hver er drottinn Biblíunnar? Og ég má taka þannig til orða. Að ég skuli hlýða honum. Ég þekki hann ekki. Og þetta sögðu líka forsprakkar frönsku stjórnarbyltingarinnar. Einn gekk út á götu og sagði, Guð, ef þú ert til, þá dreptu mig á stundinni og staðnum. Og það gerist ekki, og þá sagði hann, já, sjáu þið, Guð er ekki til. Og það væri hægt að tína margt annað fram. Hér er bresk skopmynd af frönsku byltingunni og er að lýsa vopnum hinna róttæku, engin Guð, engin átrúnaður, engin konungur og engin stjórnarskrá. Af hverju? Af því að konungurinn, lögin í nafni Guðs voru orðin svo viðbjóðsleg að almenningur átti hvorki til hnífs né skeiðar. Það var bannað að eiga Biblíuna og lesa hana í 3,5 ár og spádómurinn tekur það alveg sérstaklega nefnir það alveg sérstaklega. Og þetta er tíminn frá 23. nóvember þegar samþykkt var gerð þess efnis og þangað til að samþykktinni var aflétt 17. júní. Og veistu af hverju henni var aflétt? Vegna þess að skálmöldin hafði verið svo ofboðsleg, ekki síst undir ógnarstjórninni svokölluðu, að menn í þinginu sögðu, ef að við förum ekki að stýra landinu samkvæmt siðferði boðaranna 10, þá mun þessi þjóð líða undir lok. Og Kristur á að hafa verið krossfestur hjá þessari þjóð og hér er þessi mynd af Bartólómeusar morðunum svokölluðu. Og hér er þá það sem að spádómurinn segir, að konungurinn að sunnan, hann mun ráðast á kirkjuna. Og þó að þetta sé táknrænn atburður, að þá er hér yfirmaður kirkjunar tekinn til fanga og honum sagt að kirkjan fari ekki lengur með völd í Frakklandi. En svo er sagt að konungurinn norður frá muni slást í för með konungnum suður frá til þess að reka endahnútinn á fall kirkjunar. En áður en við lítum á það að þá er sagt í spádómum að það muni koma landskjálfti.
Og ég held að það sé mjög rétt lýsing á frönsku stjórnarbyltingunni sem stóð yfir í 10 ár, frá 89 til 99. Þetta var einasta skálmöld út í gegn. Og fallöxin, hún hafði ekki undan. Þannig að nú ætlum við að spyrja aftur, eigum við að líta á konung norðursins sem bókstaflegan konung sem kemur að norðan á móti páfanum. Egyptaland átti að skiljast sem andlegt vald sem réðist gegn páfa, en konungur norðursins, það er ekkert sagt að hann eigi að við að skilja hann á andlegan hátt eða á táknrænan hátt. Og sá sem rekur smiðshöggið, getum við sagt á fall páfadóms, það er Napóleon. Og lýsingin er þannig að hann kemur með skip og hervagna og riddara og hann æðir yfir hið heilaga rómverska keisaradæmi og leggur það undir sig. Hér sérðu kort af hraðanum á valdatöku Napóleons, sér 1809 og svo náttúrulega Waterloo 1815, en hann bókstaflega fór eins og eldur í sinu yfir allt hið heilaga rómverska keisaradæmi. Og fræg orrustan við Trafalgar, skammt frá Gibraltar, og hér hann að vinna sigur við Austerlitz, og það gerir það verkum að Frans annar, hinn heilagi rómverski keisari, hann verður að segja af sér, og þetta 1806. Þar með bæði heilaga rómverska keisaradæmi og kaþólsk kirkja, hvoru tveggja orðið valdalaust í Evrópu. Og þannig það að bæði konungur suðursins og konungur norðursins ganga milli bols og höfuðs á bæði kirkju og ríki. En byltingarnar, þær halda áfram. 1830 og 48, ég ætla ekki að vera að telja upp allar byltingarnar, en þessar byltingar, þær verða rætur kommunismans og upphaf kommunismans. Og ég búinn að bera þetta undir það marga sagnfræðinga að ég tel að þetta sé rétt sem þið sjáu hérna. Hér sjáu þið orsök frönsku byltingarinnar, alþýðan kúguð, og hér sjáu þið hvernig Lenin að hreinsa þjóðina fyrir keisara og klerkum og aðalsmönnum, og þetta kallaður skrillinn sem hann að fjarlægja. Og þannig að franska byltingin frá 1789 til 1909 og allar hinar byltingarnar 1730, 48, 71, þær ná sínu hámarki í þessari byltingu hérna, þegar að kommunismin verður ráðandi og ríkjandi í því sem verður Sovétríkin, og svo kemur Mao 49 og Castro 59, og hér sjáum við þennan samanburð á þessum teikningum hérna. Þannig að orsök beggja byltinganna svo sama. Og ég á tilvitnanir í rússneska höfunda sem að hreykja sér að því að rætur rússnesku byltingarinnar frönsku byltingarnar og Evrópubyltingin 48. Og hér sjáum við þetta stórveldi guðleysisins sem byrjaði 1789 og endaði 1989 við fall Berlínarmúrsins. Og það sem spádómurinn segir
að þessi hann, það að segja páfinn, mun rétta út hönd sína yfir löndin og Egyptaland. Takk eftir því, Egyptaland, landið sem að veitti páfadómi og hinu heilaga keisaradæmi banasárið, að það mun ekki komast undan honum. Og hann mun kasta eign sinni á fjársjóði Egyptalands af gulli og silfri og svo framvegis. Og hérna eru leppríki, sem sagt gamla Egyptalands, sem eru þá Austur-Evrópa og leppríki Sovétríkjanna. Og það sem að spádómurinn segir það að þeir sem grófu kirkjunni í gröf og hinu heilaga keisaradæmi, að það búið að snúa þessu öllu við. Nú það kirkjan ásamt veraldlegu valdi sem að grafa gröf hins andlega Egyptalands sem guðleysisríkið sem fékk nafnið Sovétríkin. Og hvernig gerðist þetta? Jú, þeir mynduðu með sér heilagt bandalag mánudaginn 7. júní 1982, Ronald Reagan og Jóhannes Páll Annar. Greinin skrifuð 10 árum seinna því að þetta fór svo leynt að það vissi enginn af þessu. Og þetta heilaga bandalag sem myndaðist þarna á milli þessara tveggja stjórnmálaleiðtoga, það var til þess eins hugsað að knésetja Sovétríkin. Og Lech Walesa og Samstaða, eins og hún heitir á íslensku, áttu náttúrulega sitt stóra hlutverk í þessu. En markmiðið var að knésetja Sovétríkin því að tilvitnun í Ronald Reagan, þar sem að hann talar kommunismann sem antikrist. Og þess vegna var það markmið páfa og forseta Bandaríkjanna að fjarlægja antikrist af yfirborði jarðar, það að segja kommunismann. Og þessu unnu að sleitulaust. Og hérna bara tilvitnun í hann Alistair McGrath sem var guðleysingi, kristinn í dag, prófessor við Oxford-háskóla, og honum finnst það alveg furðulegt að þetta gullaldar tímabil guðleysinnar skuli hafa staðið yfir í 200 ár. Og það nákvæmlega eins og spádómurinn gerir ráð fyrir að þetta myndi gerast. Að franska stjórnarbyltingin myndi koma, vinna sigur á kirkju og heilugu keisaradæmi, og svo myndi blaðinu snúið við og kirkjan og ríkisvald myndi síðan knésetja, það að segja þá sem grófu gröf kirkju og keisaradæmis. Og hér auðvitað Berlínarmúrinn að hverfa og kalda stríðið að enda. Ég á upptökur sem lýsa í smá atriðum klukkustundunum áður en að Berlínarmúrinn opnaður og hvernig símhringingar ganga á milli manna, og það eins og enginn hafi stjórn á neinu. Það eins og þeir sem fóru með völd allt í einu voru búin að missa völdin og þeir vissi ekki af hverju. Og svo streymdi fólkið yfir múrinn og það alveg með ólíkindum að horfa á þetta. Og á jóladag 1991 sovjerski fáninn tekið niður og svo rússneski kemur upp. Og þar með sem sagt Sovétríkin liðin undir lok. Og hann myndi kasta eign sinni yfir fjársjóðu Sovétríkjanna, og hvernig ástandið í dag skal ég ekki segja neitt um. En ég held að þessu dálítið háðir Vesturlöndum hvað varðar afkomu. Það eru aðrir sem vita meira það en ég. Gorbachev, hann segir í blaðinu La Stampa, sem ítalskt,
að páfinn hafi gegnt lykilhlutverki varðandi hrun sósíalismans. Það er það sem spádómurinn sagði. Hann sem fékk banasár, hann mun snúa blaðinu við og orsaka banasár þess sem að olli honum banasár á sínum tíma. Og ég er svolítið gaman að þessu. Göfugur Íslendingur, hann Árni Bergmann, og hann er spurður út í þetta með stórveldin og hann segir þau hrynja öll að lokum. Og hver er það sem fær heiðurinn fyrir hrun Sovétríkjanna? Jóhannes Páll Annar. Þetta er hans sigurhátíð, the triumph. Og hér sérðu mannfjöldan sem er að hylla hann og lofa hann fyrir að kalda stríðinu sé loksins lokið. Já, þau áttu að verða 7 stórveldin frá tímum Nebúkadnesar. Babylon, Medar og Persar, Grikkir, Rómverjar, hornin 10 sem að bjuggu til þá Evrópu sem að við búum við í dag. Svo kom páfadómur, ruddi 3 í burtu, eftir voru 7 sem að hann notaði sem sitt heilaga keisaradæmi til þess að koma öllu því á framfæri sem hann vildi. 5. stórveldið, byrju nú við, það datt út. Já, hérna kemur svo 6. stórveldið. Það er engin lýsing á þessu dýri í Biblíunni. Það er bara sagt að komi dýr upp úr mannhafinu. Ég hef leyft mér að nota björnina því hann er stundum notaður Rússana og Sovétríkin. 6. dýrið, það hverfur á spjöldum sögunar 1991 á jóladegi. Það er bara 1 dýr eftir sem hefur lambshorn. Og lambshorni gefur til kynna sakleysi dýrsins og minnir auðvitað á lamb Guðs sem að ber synd heimsins. En það sem stendur í spádómnum er svolítið ógnvekjandi því að þetta dýr, þó ég noti nú uxan hérna, þá er hann ekki nefndur þannig í Óperumbókinni 13, bara hann hafi lambshorn. En það segir þetta dýr að það muni tala eins og dreki. Það er að segja, ef þú gerir ekki eins og ég segi, hvort sem þú heitir Assange eða vinnu hjá Wikileaks, þá getur þú hvorki keypt eða selt nema ég vilji það. Og þetta er það sem spádómurinn er að vara okkur við. Að þetta dýr sem að var á sínum tíma hornsteinn mannréttinda og lýðræðis, fegurst allra landa, að það mun þegar að fram í sækir fara að tala eins og drekinn með hótunum og skilyrðum ef að menn fara ekki að vilja dýrsins. Ég vil taka það fram að ég hef átt heima í Bandaríkjunum í 6 ár og það er með bestu árum lífs míns. Mér finnst kaninn, eins og við stundum köllum hann, mér finnst hann bæði þægilegur og skemmtilegur og ég veit að hann er gríðarlega gjafmildur og því miður er að margir sem einblína á eitt og annað neikvætt, en þannig er það, vinir, þar sem að frelsi ræði ríkjum, þar myndu verða að gera ráð fyrir mönnum sem misnota frelsið. En það sorglega við þennan spádóm er það að
sakleysislega lambið, það mun tala eins og erkióvinur allra mannréttinda og alls lýðræðis þegar fram í sækir. Og í þessari bók þá geturðu lesið þetta. Það mjög ítarlega farið í þá sauma. Þegar Bandaríkin urðu síðasta stórveldið, þá segir að í bókinni, í 17. kafla óperubókarinnar, að Bandaríkin munu bara ríkja stutta stund sem stórveldi. Enginn okkar veit hversu stutt það er, en Guð að segja okkur þetta til þess að við getum bæði verið undirbúin fyrir hugsanleg átök og hreinlega bara falið okkur Guði og hans náð og miskun og hans hjálp, þannig að við getum ráðið við hugsanlegar erfiðar kringstæður þegar þær koma. Já, styttan hún sagði sína sögu og það hefur líka 7., 8. og 11. kaflinn í Daniels bók gert. Og steinninn, hann varð að stóru fjalli og huldi alla jörðina, og það stendur beinlínis í textanum í nýju íslensku þýðingunni að þetta sé Guðs ríki. Og ástæðan fyrir því að Biblían segir að hvergi á mínu heilaga fjalli, þar segir mínu heilaga ríki, munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Það vegna þess að þeir sem að þangað fara eru loksins orðnir sammála það að það borgi sig ekki að stela, ljúga og drepa. Í augum Guðs hnötturinn okkar yndisleg perla. Og svo dýrmætt þessi perla í augum Guðs að hann gaf son sinn í dauðan til fyrirgefningar syndanna, til þess að geta skapa nýjan himinn og nýja jörð, þar sem að réttlæti og eilíft líf í boði fyrir alla þá sem vilja. Guð gefi vinir að þið, vonandi ég líka, fá að njóta þess að lifa undir nýjum himni á nýrri jörð. Og ég veit að ég hef notað nafn hans áður, en ég ætla að leyfa mér að nota það einu sinni enn, því að mér fannst það svo fallegt af þessum höfðingja kristninnar, fyrrverandi biskupi Sigurbirni Einarssyni, að segja skömmu fyrir andlát sitt að það sem hann hlakkaði mest til væri upprissan og nýr himinn og ný jörð. Guð gefi okkur náð þess að vera þar þegar það kemur. Amen. Það verður mitt á þriðjudaginn næstu viku, þá munum við mitt fjalla akkurat þetta efni sem hann endaði að tala um. Þannig að hlakka til að sjá okkur sem flest þá. Ég held að þessi réttumur mun bjóða upp á ykkur á hressingu eins og vanlega, þannig að bara kærar þakkir fyrir komuna.